höldum þessu áfram, bara sjáum hann það bara hérna. Já, veistu, ef ég sé hann. Thumbs down. Já, Thumbs down. bara Bad review. greinilegt, gott dæmi. Góðan daginn, ég heiti Símon Ég heiti Magga. og velkomin í Hinsegin fyrirmyndir. Við erum með frábæran gest, en það. Gógó Star. Gógó Star! Oh my god! Fagnaðarlæti út allt stúdíó þar sem enginn þorir að klappa. En já, gaman að vera hérna hjá ykkur. Gaman að vera fyrsti gesturinn líka. Já, Súper gaman að fá þig. Viltu kynna þeim? Já, bara takk fyrir keflið, ég tek við því. Já. Ég er sérst Gógó Star, dragdrottning, skemmtikraftur og superstjarna. Ég nota hán og hún fornöfn svona í dragi allána. Þegar ég er svona ekstra mikið skvís þá verður maður að nota hún, en það ekki. Og já, ég bara full-time drag skemmtikraftur og svona kabarettlistamaður og svo er ég líka framleiða fullt af viðburðum og hef oft unnið með hinsegin dögum, listahátíð í Reykjavík og ég veit ekki hvað og hvað, alltaf einhvern veginn að búa til einhverja skemmtun, einhverja skemmtilega viðborði fyrir svona skemmtilega hýrlinga eins og við erum. Já. Frábært, þú er bara super. Ég veit, ég er svolítið super og ég vann líka einu sinni var ég sjálfboðaliði hérna í hinsegin félagsmiðstöðinni. Já, auðvitað. Við fengum að heyra þið frá hrefnum. Það var fyrir okkar tíma þannig að þú ert örugglega svolítið gömul. Ég var hérna í den fyrir alveg einhverju síðan. Já. Hérna, hvenær og hvernig uppgötvaðir svona drag? Bara svona hvenær ég dett inn í þetta? Já. Sko, ég byrja, mér finnst ég alltaf hafa verið hrifið af svona, ég hef alltaf verið mikið hrifið af leiklist og bara sviðslistum en og alveg frá því ég man eftir mér þá bara ég gerði sem barn einhverja svona öskudagsbúninga sem voru á einhverju svona kynjaflakki þannig að það strax voru einhvern veginn svona mér langar að vera stelpa og maður bara ok, sus sus behavior en síðan er það alltaf svona fyrsta sem ég fer eitthvað formlega í drag það er á fyrsta árinu minn í framhaldsskóla að það er söngleikur hjá leikfélaginu og ég bara eitthvað, já, ég ætla að taka þátt í leikfélaginu, ég er 15 og ég er að fóta mig og ég bara ég er að átta mig á því að ég er hinsegin einstaklingur og let's fucking go og þá einhvern veginn voru allir eldri krakkarnir svona tóku rosalega vel við mér og bara svona, þessi litli krakki ætti að fara í drag, það mun gera eitthvað skemmtilegt fyrir þennan krakka og það bara svo sannarlega gerði það, bara glimmerið og einhvern veginn að henda sér í smá svona, ég veit ekki, fabulous stemmingu að hlaupa ykkur út að það er hérna bara á fyrsta árinu í framhaldsskóla að taka þátt í We Will Rock You og ég er bara með eitthvað lítið hlutverk í bakgrunni og er að syngja í kórnum og hafa gaman ég átti 3 línur í þessu leikriti og ég átti þetta leikriti eftir það þá líka byrjum við hvað var svona dragkeppni dragkeppni Íslands var alltaf svona eini árlegi dragviðburðurinn bara á landin einhvern veginn og við byrjum svona dragkeppni Norðurlands smá svona offshoot, gerum eitthvað skemmtilegt og svo alltaf bara mætti fólk og það bara fullt hús og nei, nú þurfum við að gera þetta eitthvað alvöru og við vorum alltaf nokkur að keppa og sjúklega gaman, hann er svona 15-16 ára sem þetta er allt einhvern veginn að koma saman og svo bara hætti ég aldrei, drag bara tók yfir líf mitt upp og sí, eins og það gerist og já, bara hélt ég áfram rúlandi Hvenær, nei fyrir þið, Já, hefur einhvern tímann hugsað að fara eitthvað annað en drag? Eða hefur það bara alltaf verið bara, já, drag? Sko, ég hef alveg hugsað ýmislegt annað, en það er eiginlega alltaf innan samt svona sviðslista. Já. Það er alltaf innan, bara svona, það er þessi leiklista þrá, það er þessi innri performer sem maður getur ekki fengið til að, það er þessi ADHD-krakki sem maður getur ekki fengið til að setja niður og vera kjör í smástund. Það er svona, þarf athygli, þarf að gera eitthvað skemmtilegt og spennandi og það er svona, þegar ég fæ að einhverju hluta til leið á dragi og það er bara að maður er að gera of mikið af því einhvern veginn að þá finnum við bara einhverja aðra leiðir innan sviðslista þannig að þá er það líka, mér er svo gaman að líka bara leikstýra og búa hluti til, mér finnst líka ótrúlega gaman að dansa og ég hef verið dansari líka í sýningum það er líka mjög gaman að bara ég elska að ljósa hana lýsingu fyrir sýningar
og gerir það og það er líka partur af við drag og við svona kabarettlistform að þá einhvern veginn maður fara að setja á sig alla hattana einhvern veginn, þú ert stórstjarnan, þú ert líka að gera make-upið, þú ert líka að gera búningana, þú ert líka að hanna ljósin, þú ert að edita hljóðið, þú ert að einhvern veginn leikstýra öllu atriðinu, þú ert að búta til, þú ert að selja miða, þú ert að einhvern veginn, maður setur á sig alla hatta og fær að vera superstjarnan í endan á kvöldinu og mér finnst það svo, þetta er svo töfrandi listform þar sem maður fær líka að vera bara eins hinsegin og maður er og svo rosalega og alveg ýkt útgáfa af því og það er alveg rosalega frelsandi og stór skemmtilegt mælum með sko Þannig að þú hefur alltaf endað í showbiz. ég held að það sé engin það, mér langaði sem barn líka alltaf að vera sko grafískur hönnur eða arkitekt eða eitthvað svoleiðis en ég held að það hefði alltaf samt endað á því að ég hefði einhvern veginn endað upp á sviði ég veit ekki alveg hvernig en bara mín leið liggur inn í sviðsljósið það er bara svoleiðis. Hver er þín alveg svona helsta svona fyrirmynd? Það er mjög góð spurning. Ég hef aldrei verið, finnst við með eitthvað svona eina heilaga fyrirmynd. Ég var aldrei með einhvern veginn bara eitt massa plaggat inn í herbyggi og bara tilbað það. Mér finnst alltaf vera svona nokkrir í siktinni af til dæmis svona RuPaul's Drag Race dífonum og þeir sem eru að bara gera svipaða hluti og ég. En þá einhvern veginn er maður að horfa RuPaul sem bara mikið icon og fyrirmynd þannig en síðan er samt bara mín uppáhalds úr svona Drag Race heiminum er Sasha Velour en hún er bara svo mikill listamaður og gerir svo æðislegar sýningar og tekur svo marga aðra listamenn inn og lyftir þeim upp í leiðinni þannig að minna einhvern veginn boots the house down tea svona þetta drag en meira að einhvern veginn búa til nýja hluti og vinnur svo mikið með líka myndvörpun og gerir rosalega cool atriði. Mæli sjúklega með að tjekka á Sasha Velour. Annars dýrka ég Trixie og Katja, ég religiously hlusta á podcastið Bold and the Beautiful og það er bara alltaf því að gera mig til og gera mig að græja. Af síðan einhverjum öðrum svona stjörnum út á hvað þá Lady Gaga hefur örugglega verið svona af pop-dífonum, svona mín stærsta og það líka kom partly, nafnið mitt kom þaðan að ákveðnu leyti, mér langaði eitthvað svona sem ómaði til eða svona vísaði til Lady Gaga en væri samt Go Gaga. Já, þannig að það var svona, mér langaði bara að vera íslenskt en virkaði samt á einhvern veginn erlendum markað, ég var að hugsa mjög einhvern veginn langt fram í tíman en þá var það bara ekki, já, ég er go star og einhvern veginn tók við en mér finnst samt spurningin svona fyrirmyndir ég veit ekki hvort þið tengið en mér finnst einhvern veginn erfitt að horfa bara einhverja eina mannesku og svona, þetta er fyrirmyndir mér finnst það alltaf vera svona sikti af fleirum Já, maður tekur svona eitt af nákvæmlega svona, já. Og mér finnst líka orðið rosalega gott svona leiðarljós, bara eitthvað svona guiding light í þessu er þegar ég finn fyrir afbrýðisemi gagnvart einhverjum, þá einhverjum að þá finnst mér rosalega oft að taka skrefið aftur og bara ok, af hverju finn ég fyrir afbrýðisemi? Hvað er það sem að mér langar að gera sem þessi manneskja er að gera eða þessi manneskja er að leyfa sér sem ég er ekki að gera og þá er það oft svona eitthvað sem maður getur fundið í afbrýðiseminni til að síðan svona implementa bara þannig að þér líði betur í þínu daglega lífi og einhvern veginn svona, hvað er það sem að einhvern veginn ég er að neita mér sem þessi manneskja er að leyfa sér? Mér finnst það rosalega svona önnur hlið á einhvern veginn að vera fyrirmynd getur líka verið svona aðeins neikvæðar að ljósi en mælum með að tjekka á því. Já, það minnir smá svona ef þú hatar eitthvað að hugsa okkur þú hatar það og kannski finnur út og það elskar það. Nákvæmlega, Smá þú bara eitthvað, er ég bara svona hate-watcha þetta? Alltaf verða eitthvað, sko. Já. Já, þegar maður rannsakaði það sá eitthvað orðin að Lady of the Mountain getur svona Útskýrt það mjög mikið fram. Já. Þetta er semst bara titillinn Fjallkona. En við það bara var sjaldan talað um þetta á ensku og svo fór ég nokkur viðtöl á ensku og þá var ég bara ég get ekki verið að segja bara fjallkona endalaust þannig að ég kalla mig Lady of the Mountain en það er sérst bara 2018 að þá var ég skrúðgöngu fjallkona Reykjavíkurborgar og þá var ég sérst bara í 17. júní skrúðgöngunni sem fjallkona og var þá fyrsta dragdrottningin til að gera það og var þá bara önnur fjallkona
borgar ráðin af borginni til að gera og mér finnst það var mjög stórt og skemmtilegt skrifa og mikill sýnileiki og svona mikið hinsegin en á sama tíma það var bara, ég hef aldrei held ég fengið eins mikið hatur og akkurat þar, sérstaklega á samfélagsmiðlum en já, það var svona mér finnst þvílíkur heiður að hafa verið partur af einhvern veginn þessu bara að hafa verið fjallkona á einum tíma og ég var sjúklega til að gera það aftur einhvern Finnst þér hinsegin senuna á Íslandi vera svona accepting af dragi? Já, náttúrulega hinsegin sena Ísland finnst mér alveg hafa vaxið mjög frá því að ég einhvern veginn byrja á mist fleira og fleira ungt fólk eins og þau einhvern veginn að koma og stíga inn og finna sína rödd og hvers það að mæta viðburði að bara einhvern veginn að finna svona sitt fólk og sitt samfélag. Ég fundi alveg mikið fyrir að bara hinsegin samfélag á Íslandi dýrkar drag og styður mjög drag en það var ekki alveg þannig fyrst þegar vorum svona að byrja að koma fram með dragsýningar svona 2015 til dæmis þá vorum við að byrja með sýningar sem hétu Dragsúr vorum við á klístruðum bar og það mjög gaman en þá voru þetta aðalega straight stelpur sem horfðu á Drag Race og kærastarnir þeirra og túristar sem kom á sjóuna okkar það var svona aðalmarkhópurinn fyrst og síðan allt einu þegar við vorum svona búin að sanna okkur svolítið, búin að stíga alveg svona vel nóg að fyrstu skrefum að þá allt einu fannst mér hinsegin samfélagi meira að koma og mæta og svona ok, þetta cool, þetta ekki alveg cringe og maður bara, nei, drag alltaf pínu cringe þetta svona hleypið svo að þannig að mér finnst alveg búið að vaxa svolítið svona samþykki og spenningur Já, ég held með minni sjálf og ég uppgötaði að það væri drag á Íslandi þegar ég fann þau á TikTok ekkert. Ég hélt að þetta væri bara einhver hlutur sem var bara algjörlega í Drag Race og síðan ég ekkert á TikTok, ég held svona 10 ára eða eitthvað og sé vídeoðu þitt og ég bara, Hvað? Á íslensku? Mér finnst það einmitt alltaf takk fyrir að segja TikTok að því að líka svona, bara, oh my god, go, ég man þegar ég var í grunnskóla og þú varst á Snapchat og maður bara það var fyrir löngu síðan og þegar mér hittir fullorðið fólk á bar einhvers þar ég man eftir þegar ég var í grunnskóla þá það maður já, ég er búin að vera að þessu svolítinn tíma en ég ein af svona við byrjuðum ákveð svona drag renaissance 2015 cirka og fyrir það hafði alveg verið slatta af dragperformerum og sýningum og dragkefni Íslands sem byrjar 1997 og fyrir það voru til mest Páll Óskar í dragsenni og einhvern veginn en það var svona minna sem væri hægt að kalla senu og það síðan einhvern veginn deyr pínu út og síðan erum við nokkur bara hérna við elskum drag og langar að gera meira af því þannig að við einhvern veginn byrjum þessar sýningar og það verður meira og stærra svona bara mjög fljótt og við finnum strax áhugan og fleiri vilja koma fram og svo allt henni bara áður en við vitum að við komin íslensk dragsena og bara nóg mikið og við erum líka með konga, drottningar og aðrar kynjaverur og líka mikið af AFAB dragdrottningum sem að þekkist ekki eins mikið í mörgum öðrum dragsenum að þetta sé allt líka í sömu sýningum þannig að oft þetta bara hérna er dragkongasjó og þessum bara er dragdrottningasjó og svo er eitthvað svona annars sjó þessu við erum bara með hins einn stað svona formlega sem er Kiki og erum ekki með það mikið af sýningum og tækifærum til að koma fram í dragi þannig að það einhvern veginn þurfi að fara svolítið saman undir sama hatt by the way, ég bladra þegar ég er svona viðtölum þannig að ef þið viljið svona stýra mér eitthvað þá bara grípið í taumana og spyrjið eitthvað annars mun ég bara bladra næsta hálftíman Það er bara ok, það er bara betra að tala mikið heldur en ekkert annars er þetta svona vandræðalegt podcast ef enginn er að tala eitthvað Já, þetta ég meina að tala enginn þá er þetta bara leiðilegt útvarp Nákvæmlega, hvað erum við þá að gera? En jú, núna skilja út að sér að drag búin að vera í Íslandi hefur heldur að fordómar og þannig hefur þá líka verið að koma svona meira og eitthvað minnst það búið að koma í smá svona bylgjum að því, fyrst þegar ég var að byrja þá
fannst mér, þá er maður líka einhvern veginn, þegar maður er fyrst að byrja í dragi, þá er maður með stjörnunar í augunum og er alveg svolítið bara eitthvað, nei, ég er awesome, ég er best í heimi og þið bara sjá það kannski ekki. Þá er maður alveg svona vel með einhver delúlugleru og þá held ég maður kannski sjái minna að hatrið svona alveg í byrjun, en síðan einhvern veginn fór ég að taka meira eftir því og mér fannst það verða svona betra og betra og betra, síðan er það bara á seinustu svona 3-4 árum sem ég finnst það orðið alveg aftur mun einhvern veginn svona háværara og mér finnst alltaf einhvern veginn meira, það er meira högg að heyra haturskommentin á, veist, og lesa þau á íslensku. Mér finnst það alltaf einhvern veginn svona, þetta er komið alla leiðina heim, en þetta er svo innflutt leiðindi og innflutt komment, veist, þetta er allt bara frá sömu leikbók og þau fara eftir í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar heim. En svona hvað var það einhvern veginn bara hatur í dragi hérna á Íslandi, ég hef alveg lent í því að bara hótunum, ofbeldi, það verið hrækt á mig út á götu og svona einhvern veginn, maður er alveg fundið fyrir því að einhverjum finnst mann ekki velkominn. En fuck those guys. Bara fuck them. Nákvæmlega, við erum bara að halda áfram, við erum ekki að skaða neitt, við erum að vera það sem við erum og hvetja annað fólk til að gera nákvæmlega það sama. Mér finnst það svo gaman, ég hugsa drag sem bara bæði þetta skemmtun og einhvern veginn eitthvað svona það er svo mikið bara frelsi einstaklingarins inn í þessu að geta verið þau sem við erum alveg einhvern veginn hömlulaust og mér finnst það bara svo ótrúlega gaman, en auðvitað eru einhverjir sem að lífa ekki því lífi eiga erfitt með að bara svona sætta sig við það og bregðast við með hatri. Fuck those guys. Fuck the haters. Fuck the haters. Hvað vilt þú sjá í svona framtíð drags á Íslandi? Góð spurning. Sko, margt búið að gerast á seinustu svona 11 árum síðan ég allavega svona byrjaði formulega í þessari svona ringiðu sem er núna dragsenan, en það sem ég langar að segja meira af er meira af svona sólósjóum og bara fólk að búa til sínar eigin sýningar, ekki bara ég hef rosalega gaman af svona variety sjóum sem er þá bara fjöllistasjó þar sem að fólk kemur svolítið bara úr sínu horni með sín atriði sem eru yfirleitt þá bara eitt lag eða eitt atriði sem er kannski bara 3-5 mínútur. Mér finnst, ég var svo til að sjá fleiri heilar sýningar, bara eins og leiksýningar eða þannig, sem að eru alveg heilt svona drag production, getur verið solo, getur verið með fleirum og einhvern veginn, mér finnst svo gaman að sjá þá líka meira frá hverjum og einum performer, bara svona hvað hefur þú fram að færa bara listrænt séð og hver eru þínar skemmtilegu hugmyndir, mér finnst svona að taka dragsina svolítið upp á næsta level og einhvern veginn gera fleiri sýningar, vinna einhverja grímur, fá einhverja svona ég veit það ekki, mér líður eins og við getum gert margt meira svona starra og skemmtilegra af því nú eru við líka orðin bara það mörg sem erum partur af þessu og höfum áhuga. Já, þannig að líka einhver frá íslensku dragsinu þarf að fara í dragreis á einhverjum tímapunkti, eða ekki? Já, algjörlega. Bara vandræðalegt að ég sé ekki búið að því Þú voru að hringi Rú. Já, ég búið að spjalla við hana tvisvar sko og hittana á Dragcon þegar það var þeng og hittana tvisvar og varum bara eitthvað, ég frá Íslandi mun einhver að vera með og þá bara eitthvað, já, bara heyrði castingfólki og svo spjallaði við eitthvað castingfólk og þau var bara eitthvað, geggjaðu voru að bara sækjum og hérna eru bara direkt linkar til að gera það og það spjall hélt áfram en síðan bara datta pínu einhvern veginn úr sambandi við það bara, já, þau eru ekkert að fara að hjálpa þér samt að fá eitthvað svona græna kortið eða að koma þér til með Bandaríkjana, þetta var svolítið áður en international seríurnar fóru allar í gangi og síðan var það bara aðeins svo mikill pakki og svo einhvern veginn erum við að fara að flytja mögulega til Bandaríkjana 2020 og svo kemur heimsfaraldur og það er alltaf bara og síðan einhvern veginn er það bara ekki búið að læna þannig upp en ég sé alveg fyrir mér að vera einhvern tímann í einhver svona Drag Race Nordic eða hosta Drag Race Ísland eða eitthvað þannig það kemur á endanum það kemur Já, one day nákvæmlega
Vil þið að keppa það? Gæti alveg gert það. Mhm. Þú tekir þátt í nokkrum svona dragsmiðum. Nákvæmlega. Það var reyndar einu sinna 2022 eitthvað, þá tók ég þátt í ykkur svona dragsmiðju eitthvað hérna í Iðnó. Var það hérna dragungar eða var það... Ég bara manna það ekki. Það var eitthvað, Ég hef verið með nokkrum svona dragsmiðjur en svo hafa líka verið fleiri. þetta var á gleðigönguvikunni heimna mig. Og þá hérna, þá var farið upp á svið og maður fekk svona labba fram með einni drottningu. Ég held að ég hefði fengið að labba með þér. Nei, geggjað! Oh my god! Jú, þá hefur verið draghúsið, einmitt, með Já. hérna, hvað verið Sigur og Smokey Quartz, vantilega að Já. sjá það held ég. Ég held það. Og Nei, ég man samt, ég er eitthvað 12 ára þarna og ég fæ eitthvað labba með frá maður sög. Ég er eftir og ég er bara eitthvað, oh my god, ég fekk að labba með Coco Star. Var alveg í sjokki yfir þessu. og þín er ánægjan, sko mín, þín er ánægjan. Alveg smá starstruck bara. Líka. Vá. Það er svo fyndin frægð að vera svona dragfeiburs eða gamers einhvern veginn að það er svona fólk veit hver þú fólk annarkvort veit ekkert hver þú ert og bara svona maður er algjörlega under the radar sem bara mjög næs eða að fólk sér þig og bara kemur vall út úr sér orði að því þú ert svo mikil stjarna fyrir þeim og maður svona, þetta er svo fyndin balans að finna og mér finnst mjög gaman að vera fyrirmynd fyrir ykkur fólk að því ég upplifi ekki að ég hefði margar fyrirmyndir þegar ég var að alast upp og þá hins einn fyrirmyndir sérstaklega og hvað þá íslenskar þannig að mér finnst mjög gaman að vera einhvern veginn komin að einhverju leiti inn á þann svona stjórnu heiminn og gaman að heyra að maður gæti verið það fyrir 12 ára hlaðvarpstjóra. Já, ég meina, já, við erum með líka nokkrar fyndnar, eða svona skemmtilega spurningar. Skemmtilegar Við erum nú með, spurningar. eða kannski Það er náttúrulega bara hundlegalega spurningar hingað til. eða svona skemmtilegari. Ok. En hver er síðasta manneskja sem við myndum vilja fara föst með í lyftu? Mátt segja spesifik manneskju eða eitthvað típu. Sko, verður maður ekki að segja Snorri Más eða eitthvað? Já. Svona, svo mikið lúði! Ég... Seinasta manneskja sem myndi vilja vera með í lyftu, jú, ég held að vera Snorri Más. Að ég líka veit ekki hvað ég myndi gera, sko. Ég hitt hann í Vesturbæjarlaug daginn. Bara svona sá hann, hann var að koma úr, ég var að koma inn. Og þetta var svo mikið svona, ég var að segja eitthvað, ég var að gera eitthvað, og þetta var bara svona, caught me so off guard. Þannig ég einhvern veginn bara svona horfði á hann og bara svona gaf svona thumbs down eins og rómverskur keisari að bara svona hausinn af meikið ekki sko þannig já, bara höldum þessu áfram bara sjáum hann það bara hérna Já, veistu, ef ég sé hann Thumbs down. já, Thumbs down. bara Bad review. greinilegt, gott dæmi Hvað Já. er svona einn hlutur sem getur aldrei lifa áns? sko, mér langar ekki að auglýsa hvað ég er hooked en þú veist, það væri örugglega síminn minn Það var ekki það, ég var bara hjá öllum. Isn't that the truth? En ef við svona einhvern veginn að reyna að mynda heilbrigðari samskipti við Það var samt að hugsa svona, einhver hlutur sem maður skilur, ef það bara væri ekki til lengur, það væri alveg ógeðslega svona inconvenient, ef þú hugsa þannig. sko, þá held ég að ég myndi segja af öllum hlutum er svona hérna, bara varaglossi mitt bara svona Já. my chapstick ég er með það alla daga alltaf á mér ef ég gleymi því þá er bara dagurinn ónýtur ef ég fer að sofa og er ekki með það á mér þá svona, finnst mér varnir mínar alltaf þurrar og ég næ ekki að sofna þetta er orðin einhver þráhyggja en ég er með rosalega mjúka variant sem er rosalega næs og já, ég held að svona góður varasalvi og ég keypti ég fann æðislega típu út í Japan af þegar ég var að ferðast þar af bara besta varasalva sem ég nokkuð tímann prófað og svo fór ég aftur til Japan og ég keypti 20 uppakningar bara til að eiga lagar þannig já, ég er svolítið húgt á það líka Veistu, já, það, Er ekki eiginlega allir hugt á chapstick? jú, ef þú ert það ekki, you're missing out You're Like- missing out. sem vímuefni. Hvað ertu að gera með lífið? nákvæmlega chapstick með svona vassmennunabræði eða eitthvað Ó. kanti Nei, vinkonum ég keypti mér svona fullt af þessu bræði, svona pina colada og svona eitthvað, pomegranate, cherry eitthvað. það var sko, þú veist, það var all the rage, þú veist, svona pínu litlir með svona
pínulitlir chapstick í alls konar mismundi brögðum Já, og það var líka sko, fólk var að borða þetta ok, ég veit ekki alveg hvað í gangi hérna en like, you know what, slay we've been there, done that. Já. þeir verð chapstick eaters Já, það eru chapstick ok, eaters hérna. finn samstöðu hérna, þetta er glæsilegt Þetta er safe space til það. Hvað myndirðu segja svona við your younger self? Svona go-go á úlingsárunum Baby Sem- Coco. sem einmitt hefur ekki alveg svona fundið sig ennþá sko, Baby Go-Go er mjög einmitt bara feimið Baby Go-Go er mjög svona já bara hefur svolítið ekki fundið sig og það er allt að koma og fyrir mig kom það allt með því að taka utanum það sem gerir mig öðruvísi það sem að gerir mig hinsegin og bara einhvern veginn að þessir partar sem að kannski leifir sér að sleppa út svona einu og einu og draggerði svo mikið fyrir mig í þeim málum að það var bara einhvern veginn að fá að vera ég 270% einhvern veginn að þá fatta ég bara ég er búið að vera bara eitthvað með einhvern dempara á mér í daglegu lífi alltaf og að losna við sem mest af því gefur þér sem mest bara frelsi og ánægju og bara kemur svo miklu auðveldar í gegnum bara lífið og bara daginn með því að vera óbeislað þú þannig að hvað myndi ég segja við eitthvað svona young go-go að það er bara að vera óbeislað þú veist hver þú ert, þú veist hvað þú vilt gerðu það, segðu það, vertu það og bara þú býrð til þinn eigin raunveruleika þú skapar það sem þú sérð þú ert svona þú ræður hvernig þér líður einhvern veginn, þú þarft ekki að vera bara einhvern veginn plastpóki í vindum lífsins svona, þú getur svo ákveðið hvernig þú tekur á við daginn og bara lífið í heild sinni þú að verða örugglega allt og mikið en svona, go, ok, nú ertu að hlusta ok, lærðu make-up, lærðu dans fókusaðu á það sem þú fókusa á nei, þú veist, oftar en ekki veit maður hvað maður vill gera, hvað maður þarf að gera hvað einhvern veginn, hvað bara líkaminn heimtar að gera og já, elta það, hafa gaman, finna sitt fólk og njóta saman eins og ég segi, ég bladra þá getur einhver stoppa mig það er svolítið bara svona mín taktík en æðislegt, þið eru frábær Já, takk fyrir að koma, þetta var Já. ógeðslega gaman að fá þig. Já. bara þvílíkur heiður að vera fyrsti gesturinn hérna í hins einn fyrirmyndir svo til í það og einmitt bara ef viljið meira go-go þá er ég aðalega á Instagram og þið getið fundið með okkur skemmtilegum sjóum Við getum örgulega sagt svona socials. Í hotni, eða eitthvað. Yeah Já, ok. Kannski líka mína. það er svona bar uppi þar sem stendur alveg socials ég er svo famous alveg hreint takk æðislega fyrir mig, þetta er búið þvílíkt næs og gangi ykkur ótrúlega vel áfram Takk þetta. fyrir. Fyrir. Takk fyrir að koma. Thank you ok Bye. Bye. Fyrir að fara í eitthvað svona Patreon exclusive stuff hérna Já. Borgað 100 skall.